Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 1. Tímóteusarbréf 19 mínútur yfir 1. Í trú og með góðri samvisku. Henni hafa sumir frá sér varpað og liðið skipbrot á trú sinni. 1. Tímóteusarbréf 2:1. Fyrst af öllu áminni ég að bera fram ákall, bænir, fyrirbænir og þakkagjörðir fyrir öllum mönnum. 1. Tímóteusarbréf 2:2. Fyrir konungum og öllum þeim, sem hátt eru settir, til þess að við fáum lifa friðsamlegu og rólegu lífi í allri guðhræðslu og siðprýði. 1. Tímóteusarbréf 2:8. Ég vil að karlmenn biðjist hvarvetna fyrir, með upplyftum heilugum höndum, án reiði og þrætu. 1. Tímóteusarbréf 2:9. Sömuleiðis vil ég að konur skríði sér sæmandi búningi, með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skartklæðum. 1. Tímóteusarbréf 10 mínútur yfir 2. Heldu með góðum verkum, eins og sómir konum, Guð vilja dýrka. 1. Tímóteusarbréf 11 mínútur yfir 2. Konan á að læra í kyrrþey í allri undirgefni. 1. Tímóteusarbréf 4:7. En hafna þú vanheilugum kerlingaæventýrum og æf sjálfan þig í guðhræðslu. 1. Tímóteusarbréf 12 mínútur yfir 4. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúara í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. 1. Tímóteusarbréf 13 mínútur yfir 4. Ver þú, þangað til ég kem, kostgæfin að lesa úr ritningunni, áminna og kenna.